Það var byrjað að skíkja þegar ég gekk niður melölduna utan við Borðeyri. Hvílík sjón. Kaupstaðurinn var umhverfður í blóðugan vígvöll. Það sem hinir máttar minni voru brytjaðir niður unnvörpum af þeim sterkari, rétt eins og þetta væri suður á Balkanskaga. Í raun og veru var þetta þó ekki stríð. Það voru hrannmorð, því hinir máttar minni báru hvorki sverð né skjöld sér til varnar og hefði aldrei borið við ágirnarslönd hinna sterkari. Höfðu yfirleitt ekkert til saka unnið annað en að vera til. Plássið var þakið korrandi sauðfénaði í dauðataugunum, titrandi kindarbúkum sem nýbúið var að sníða af höfuðið, rennandi blóðpollum, fleignum kroppum sem margir líktust nöktum barnalíkumum, gálgum og kotróskum stríðsmönnum með hárbeittar sveðjur sem þeir skáru mig á háls, spýttu við tönn og sögðu helvítsbeinið. Mér hryllti upp við þessa blóðugu sjón. Ég reikaði með augun hálflokuð til og frá plássið, læddist aðeins til að skjóta þeim rannsakandi hér og þar upp í húsgluggana, inn í pokaklædda kvennhólpa sem stóðu hálfbognir við vambarþvott eða sundurgreiningu hinna gómsætu innýbla. Jafnvel yfir fjárhópana sem jarmandi aumkunnarlega biðu ennþá dauða síns á þessum hræðilega morðvelli mannlegrar fákænsku og grimmdar. En ég varð engu nær. Hún tekur ekki innan úr. Étur hún slátur. Yfirbugaður af viðbjóði og örvæntingu rakst ég loks á aldraðan mann sem ég hafði kynnst sumarið. Það var Jón gamli Andrisson frá Skálholtsvík, ysta bæ vestanmegin Hrútafjarðar. Hann var hættur vinnu og var lítið eitt ölvaður. Hann heilsaði mér vingjarnlega og fór með mig upp á loft í kofakrýli sem stóð þar á eyrinni utan við íbúðarhúsin. Minni mig Jón sofa þar á nóttum í sláturtíðinni. Við settumst á eitthvert skran á kofaloftinu og tókum tal saman í rökkrinu. Jón dró upp úr vasa sínum flösku með dálitlum slatta á og rétti mér. Ég tók við fegins hendi og holdið með vænum slurk. Hvað ert þú nú búin að skera margt í dag, Jón minn? Spurði ég í minni meðfæddu hjartaseimfeldni. Það veit ég fjandan ekki. Ættis ekki búin að taka nappinn af 21? Ég hef oft verið að hugsa það hvort kindurnar mun ekki finna mikið til þegar þeir eru skorðnar svona á háls. Hvaða skoðun hefur þú á því? Ætli það finna ekki álíka mikið til og við myndum gera ef brugðið væri hníð á barkan á okkur? Heldur það sé svo slæmt? Skratti hlýtur að þá að vera óviðkunnanlegt. Leiðist þér ekki að vera að skera svona allan daginn? Hvers vegna ætti mér að leiðast það? Þetta er eins og hvert annað verk sem Guð hefur lagt á mann. Hvaðan ber sig annars að? Fór ekki síld norður á Siglufjörð í sumar? Eiginlega var það nú ekki. Ég réð mig héðan í síma til sjóróra hjá Lúðvík Möller á Siglufirði. En þegar ég kom þangað sagðist það ekkert hafa handa mér að gera. Svo ég lenti reiðileysi fyrst eftir að ég kom norður. Helvítis mannhundur er það að svíkja þig svona. Ég held þetta sé nú í raun og veru allra besti maður. Hann varð ekkert vondur þegar hann sagði þetta. Ég var meira að segja þakklátur fyrir hvað hann gat sagt af lágt áfram og vingjarnlega. Það gerði mér heldur ekki mikið til þó að þetta brygðist. Ég hefði farið norður hvort sem var
og ég hefði lent í sama reiðileysinu þó ég hefði farið á ráðinn. En það er þó alltaf skítt og bölvað að svíkja gefin loforð. Okkur skammsýnum mannum sýnir svo. En hefur þið ekki tekið eftir því í lífinu að þegar einhver svíkur einhvern, þá er það venjulega því að einhver annar hefur svikið þann og sá hefur aftur verið svikinn af ennþá öðrum. Og svona hefur það gengið koll á kolli. Það eru allir allstaðar að svíkja. Og ég skal segja þér meira að segja að svikin eru nauðsynleg undirstaða til þess að menn hafi eitthvað siðferði. Því að ef engin svik væru til, þá væri ekki heldur til neinir glæpir. En ef engir glæpir væru til, þá var ekki til neina siðakenningar. Svikin eru þess vegna ómissandi til þess að mennirnir hafi einhverja siðakenningar til að fara eftir. Þar að ekki veita svikin fjölda manna atvinnu, sem annars kynnu að lenda í reiðileysi eins og ég. Eða hvað ættu allir lögregluþjónar, sýslumenn, málaflutningsmenn, hermenn, prestar, trúbóðar og þess háttar fólk að gera, ef ekki væru til neins svik? Það er nokkuð til í þessu hjá þér. Á ég að segja þér hvernig ég hef verið að reyna að skýra fyrir mig svik Lúðvíks við mig? Láttu mig heyra. Sko, Lúðvík sveik mig skiprúmið kannski að því að einhver sveik hann beitusíld. Sá sem sveik hann síldina var svikinn ís. Sá sem sveik ísinn var svikinn af Guði frost. Og Guð hefur ef til vill neyðst til að svíkja hann frostið, af því að djöfullinn hefur sýnt honum fram á að það væri nauðsynlegt að láta koma hláku til þess að fyrirfara einhvers staðar óguðlegri fjölskyldu í snjóflóði. Það er þess vegna í raun og veru djöfullinn sem er undirstaða siðakenningana. Ef djöfullinn væri ekki til, hefðu menn engar siðferðiskenningar til að fara eftir. Djöfullinn er stærsti siðafrömmuður og atvinnuveitandi heimsins. Og ég held að öll svik megi rekja til djöfulsins nema trúlofunarsvik. Þau koma frá Guði ef trúlofinin hefur verið reist á hreinni ást. Þá eru þau æðri ráðstöfun sem okkur er ekki ætlað að skilja. Hvað segirðu þá það? Ef stelpur skjáta svíkur mann nú af því að það hefur verið skellt undan honum eftir að þau trúlofuðust, eins og einu sinni kom fyrir vestur á fjörðum. Hvort voru þau svik frá djöflinum eða Guði? Kom þetta virkilega einu sinni fyrir á Vestfjörðum? Ætli ekki það. Var það í slagsmálum eða gerði það einhver óþokki sem líka var skotin í stúlkunni? Nei, það var upp úr hettusótt. Nú, upp úr hettusótt. Getur hún verið svona voðalegur sjúkdómur? Það er víst. Að minnst og kom þetta fyrir þarna. Þótti manninu þetta ekki leiðinlegt. Hann talar aldrei það. Já, ef ég ætti að láta í ljósi skoðun mína á heimspekilegu eðli þessara svika, þá myndi ég segja að þau hafi stafað frá djöflinum. Líttu nú á. Ef stúlka eru trúlofuð manni af hreinni ást, þá svíkur hún hann aldrei fyrir svona líkamsgalla. Hrein ást er alveg andleg. Það er engin náttúra til í henni. Nú sveik stúlkan mannin vegna líkamsgallans. Þar af leiðir að það eru verið náttúra í ást hennar. Hún hefur elskað líkama hans meira en sálina í honum. Þetta hefur þess vegna ekki verið andleg ást. Það hefur verið holdlegur munaður. Eða holdlegi munaðurinn hefur að minnsta kosti verið sterkari
en andlegi kærleikur. En allur holdlegur munaður frá djöflinum. Aðeins hrein ást frá Guði. Af því leiðir að slík svik sem þessi eru ævinlega frá djöflinum. Það algengt í Hrútafirði að stúlkur svíki pilta? Algengt það ekki, en það kemur fyrir. Þær eru þá ekki mjög lauslátar hér. Þær gera það þegar þær geta, völvaðar gæsirnar. En þær eru að komast upp á að eignast ekki mikið krakka í lausaleik. Af hverju ertu að spyrja þetta? Ég skal segja þér alveg eins og það er. Ég dálítill vísindamannur í mér og ég eiginlega að spyrja það vegna þess að mér þykir fróðlegt að bera það saman við Suðursveitina, þar sem ég var fæddur og uppalinn. Þar fæddist ekkert barn utan hjónabands, þau 16 ár sem ég átti þar heima. Það kom aðeins einu sinni fyrir, og það var á sumardaginn fyrsta, að stúlku sem var á ferð milli bæja sýndist tilsýndar að það kynni kannski að fara svo að hún eignaðist barn utan hjónabands. En þá tók hún til fótanna og hljóp í einum blóðspreng heila bæjarleið undan barnsföður sínum sem henni sýndist hún sjá álengdar hátt upp í fjalli. Svona hreinlífar voru þeir þar. Svona lakrar eru þeir ekki hérna. Ekki svona hreinlífar. Þetta ekki hreinlífi þess ósköp. Þetta askotans móðursýki. Móðursýki? Nei, Jón minn. Þetta einmitt það sanna hreinlífi. Hvernig hefði ekki getað farið fyrir stúlkunni ef maðurinn hefði komið stökkvænt ofan á fjallinu? Það var nokkra nýjar trúlofanir orðið hér í sumar. Ekki það ég veit. Og ekki heyrt að neinn ný pör væri að draga sig saman. Ekki hef ég heyrt það. Hefur verið mikið útreiðartúra hjá unga fólkinu. Eitthvað var það að þenja sig hér inn í firðinum. Annars fylgist ég ekki með þessu nú orðið. Ekki mikið fyllir í þessum útreiðartúrum. Ekki nú, á síðari tímum. Það á helst fólk hérna kaupstaðnum sem fæst hér neðan í því. Hvernig verið heilsufari verið hér í firðinum? Ég held sæmilegt. Engin veikst neitt alvarlega. Ekki held ég það. Og engin dáið. Ekki mægir til þess. Og allir bollloka þetta á sömu bæjónum. Fólk flytur nú ekki búföllum svona hábjargaðistíman. Nei, ég átti nú við. Hvort enginn hefði ráðið sig í kaupavinna bænum sem var á þegar ég fór á einhvern annan bæ. Það man ég ekki. Ætlar margt fólk hérna í skóla í Reykjavík í haust. Það fyrir sjálfsagt eitthvað eins og vantir. Það verður ekki heyrst að neinn sem ætlaði sér í skóla væri hættur við það. Ekkert hef ég heyrt það. Kristín og Fjarðarhorni við góða heilsu. Ekki veit ég annað. Þau hefur ekki tekið neitt kaupafólk systkininn í sumar. Það mér ókunnugt um. Ég var farinn að sjá að það var ekki til neins að halda þessu furðulega samtali lengur áfram. Ég hafði ekkert áræði til að fikra mig nær kjarna málsins. Ég var búinn að þrautreina allar hugsanlegar krókaleiðir. Ég stóð upp af skraninu, kvaddi Jón með handabandi og þakkaði honum hjartanlega fyrir mig. Síðan þreifaði ég mig gegnum myrkrið, niður stigakrákuna og flýtti mér heim á hótelir. Það var gististaður með þessa nótt. Daginn eftir var ennþá þykkt loft og dimmt yfir. En þó var auðsætt að nú væri veðurbreyting í aðsigi.
Veðrið var öllu óstilltara og ritvílegra en undanfarna daga. Ég reið seint úr rekkju og reyndi að fresta í lengstu lög að nokkur sæi framan í þennan vittlausa mann í heiðarlegu dagsljósi, drap tíman með því að hlusta úr rúmi mínu eftir röddum fólksins inni í húsinu og úti á plássinu. Nálægt klukkan 2 borgaði ég reikninginn á hótelinu, smeygði mér síðan tafarlaust út úr kaustanum án þess að láta mikið á mig bera. Ég gekk hægan inn með firðinum og bergmál vinninganna vakti úr dvala hvert atvikið á fætur öðru. Þessar götur höfðum við riðið saman kvöldið áður en ég fór burt úr Hrútafirði. Það var líka þykkt loft og dimmt yfir. Á þessu leyti sneri hún kafrjóðum vanganum að mér og rauða nautnavörin titraði út frá mjallhvítum tönnum eins og hún ætlaði að fara að hlæja að einhverju. Ég sagði við sjálfan mig, að hverju ætlar hún að fara að hlæja? En svo hló hún ekki. Í lækjarbugnum hérna skimaði hún andartaksstund til beggja hliða út frá hestinum eins og langþreyttur ferðamaður sem að leita sér að þægilegum bletti til að setjast á. Í lautinni þarna gaut hún til mín óskýranlega hornauga og ásýnd hennar var þreytuleg og í auga hennar blakti vonleysi. Þegar við létum hestana siðla hlið við hlið upp brekkuna þarna baki mér, ætlaði ég að fara að útlista nákvæmlega fyrir henni heimspeki mína ástina og Guð. Á melnum þarna, fyrir ofan brekkuna, hleypti hún hestinum á harða stökk og líka með hennar dúaði í saulunum eins og hrynjandi í tígulegu ástaróði. En hvað ég man þetta allt greinilega ennþá. Og nú minnist ég allt í einu lærdómsríkra setningar úr sálarfræði Eiríks Brims. Því sterkari áhrif sem skynjunin hefur á hugan, því minnistæðari verður hún. Og áður en ég vissi af, var ég farin að syngja við raust, ef veit eina bauga línu, af henni tendrast vann. Eldheit ást í brjósti mínu, allur svo ég brann. Eftir hérumbil hálfs annars tíma göngu var ég komin inn undir Fjarðarhorn, síðasta bæinn sem ég gat ímyndað mér að elskan mín væri stödd á. Vegurinn lá rétt að segja bæjarhlaðið, en ég stansaði ekkert á hlaðinu. Ég bað ekkert vatn að drekka. Ég tók bara til fótanna og skaust sem fugl flugi fyrir allar dyr og glugga til þess að síður yrði tekið eftir mér heiman úr bænum. Og þegar maður líkami og sál voru komin í jafnvægi eftir þessi síðustu átök til að bjarga mannorði okkar beggja, sagði ég rólegur við sjálfa mig, þetta gerir annars ekkert til. Við hittumst hvort sem í Reykjavík eftir hálfan mánuð. Ég fann ekki lengur til neinnar aðkenningar af söknuði. Engra minnstu ásökunar samviskunnar út af því að hafa stolið svona fram hjá öllum bæjum elskunar minnar. Þvert á móti. Það streymdi mig allan djúp og hátíðleg rósemi, einna líkust því sem hefði lokið löngu og þungu dauðastríði. Ég fann nýjan heim undir fótum mér, friðarfulla veröld ástríkis og unaðar, þar sem kærleikar okkar ættu eftir að sameiðast og hefjast til hærri þroska í innilegra og athafnameira lífi eftir eina 14 daga. Sálir okkar myndi að vísu ekki renna saman út á hallarsvölum neinna kammerjunkara, en við myndum standa hlið við hlið út á þurrkloftinu fyrir framan herbergisdyrnar mínar
og teygja höfuðinn upp þakgluggann yfir uppgöngunni og augu okkar myndu mætast á fjarlægri stjörnu lengst út í næturblámanum. Og þá ætlaði ég að taka utan mittið á henni, svo hún dytti ekki niður úr stigagatinu, og ég ætlaði að segja við hann leið: sérðu fögru stjörnuna þarna, sem tindrar í öllum hugsanlegum litum yfir strompnum á bergstöðum. Hún heitir Sirius. Og svo ætlaði ég að taka litlu, hvítu höndina hennar og segja: heldurðu að við erum ekki sæl ef við ættum 2 ein heima á svona fallegri stjörnu? Og ég sagði ennþá við sjálfan mig: það hlýtur að vera eitthvað líkt þessu að innganga í himininn eftir langt og þjáningarfullt dauðastríð hér á jörðinni. Og ég hélt ferð minni áfram og gisti nóttina á Melum í Hrútafirði. Nú lagði Þórbergur á Holtaverðuheiði sem hann þekkti frá fyrri tíð, en hann lenti í hríðarbil og varð að gista norðanmegin. Daginn eftir komst hann þó suður yfir heiðina. Vegna peningaleysis gat hann ekki hætt á að fara Borgarnes og taka skip til Reykjavíkur og afréð því að ganga alla leiðina suður, jafnvel nótt og dag, hvernig sem viðraði. Og enn hreppti hann vont veður, en öll él styttir upp síðir. Það var í rökkurbyrjun að ég nam staðar við húsið númer 50 við Hverfisgötu, milli Vitastígs og Baróstígs. Ég skimaði óyndisfullum augum á þetta nýja umhverfi, ógeðslega bárujárskassa, drullublautar, moldargötur, formlaus, nakin urðarholt lengra í burtu. Loft var dimmgrátt og kuldalegt. Himinn og jörð rann saman í sviplausan gráma, hreyfingarlausa, dauða eilífð, án vonar, án huggunar. Það var einn af þessum dögum þegar manni finnst að það muni aldrei koma gott veður frama. Hinn fjarbláa rómantík vordaganna var umbreytt í kuldagráan, saggarakan veruleika, innantómt líf. Og þetta var föstudaginn 11. október klukkan 6 að kvöldi. Og það var leiðinlegur dagur og það var leiðinlegt kvöld. Og þá var liðinn hálfur 17. dagur frá því að ég lagði af stað frá Akureyri og 12 dagar og 2 klukkustundir frá því ég hóf göngu mína úr norður fyrir á ströndum. Af peningunum voru þá ennþá eftir 50 aurar. Ég allstaðar orðið að borga næturgreiða nema á 2 bæjum, Reykjarfirði á ströndum og Vatnsvatni í Skorradal. Í húsinu númer 50 Hverfisgötu bjó gamall kunningi minn sem ég hafði verið með til sjós á Kútter Hafsteini, mesti fiskimaður sem ég hafði þekkt í lífinu. Hann hafði séð fransmann sigla hjá þeim eina vaktina og fransmaðurinn sagði: plenty glass cap nur, nefnilega nóg af stórri og feitri ísu sem gómsvarinn fékk þar. Ég brá mér inn til hans og var settur þar við bakningaát og kaffidrykkju. Ég var fáorður og mælti allt á huldu ferðin mínar. Ég var ekki ennþá búinn að ráða það við mig hvort ég ætti að láta nokkurn lifandi mann heyra af þessum ósköpum. Að þessu búnu hélt ég rakleitt niður alla Hverfisgötu, skundaði vestur yfir Lækjartorg og vestur Austurstræti á móts við tóbaksbúð R.P. Levís. Þar gerði ég lítið hliðarhopp á göngu minni, skaust inn í búðina og keypti mér reyktóbak fyrir aurana sem eftir voru á ferðafénu. Síðan hélt ég áfram vestur Austurstræti, þvert yfir Aðalstræti, upp Fiskisund og inn í Mjóstræti. Þegar ég að beygja út á Mjóstræti upp í sundið sem liggur heim að Unuhúsi, sé ég grilla í mannveru húkandi á stórum jarðföstum steini sem stóð hér um bil neðst í sundinu. Það var karlmaður
Hann starði grafhljóður út í myrkrið og virtist niðursokkinn í skuggalegar hugsanir. Gott kvöld, segi ég. Gott kvöld, ansar maðurinn. Nei, ert það þú? Hvenær komstu? Ég er að koma núna. Ég skrapp hingað upp eftir til þess að spyrja þig hvert ég mætti vitja koffortanna sem þú tókst af mér. Annað koffortið er heima hjá mér, en það tókst hálf illa til mér hitt. Ég bað sjómann sem ég þekki fyrir það og nú neitar hann að vita nokkuð um það. Ég er hræddur að hann sé búinn að stela því. Hvort koffortið er hjá þér, verra koffortið, að stóra koffortið sem hann hefur stolið. Og öllu sem í því var. Já, öllu sem í því var. Heldur hann farið að skila því. Svo mundi kenna í brjóstu mig, ef hún vissi hvernig nú er komið fyrir mér, hugsaði ég. Búinn að svíkja Helgu skipafélag fargjald mitt og fæðispeninga, rétt búinn að drepa mig í manndrápsvassfalli, búinn að eyðileggja sprungun í spariföt og nú búinn að tapa eikarmáluðu kofforti full af fatnaði og dýrmætum pappírum. Koffortið sá ég aldrei framar. Það gerir þess ekkert til með koffortsdjöfulinn, segi ég eins og ég hrökkvi allt í einu upp af draumi. En af hverju situr þið hér út á steini í kolniða myrkri? Af því að mér leiðist lífið. Leiðist lífið? Já, ég þrái algleymi. Af hverju fjandanum þráir algleymi? Það gengur illa. Ég fæ aldrei að njóta þeirra sem ég elska. Blessaður vert. Það er ekki þess vert að fara að sökkva sér niður í sjúklegu heilabrótum algleymi fyrir annað eins og þetta. Hvað er það að meikja ást sinni, árangurslaust á einn stelpusterk í samanburði við að breiða hana af öllu hjarta út yfir 3 systur samtímis eins og einn gerði sem ég þekkt austur í bæ fyrir nokkrum árum. Og hann elskaði þær allar út af lífinu í 2 ár. Og fékk hann ekki að njóta neinnar þeirra. Fékk hann ekki að njóta. Það er fyrirleitan allar, niður í tær. Og hvað er það að vera vanmetinn af einni stúlkukind á borð við að vera fyrirleitin af 3 systrum sem allar búi í sama herbergi og alltaf getur verið að segja hver annarri frá fyrirlitningu sinni og alltaf getur verið að gefa hver annarri ráð til að sýna fyrirlitninguna sem eftirminnilegast í smáu og stóru. Hefur þið tekið eftir nefin á hann? Það er eins og rauður hanakambur. Nú skulum við segja þegar við hittum hann næst: hanakambur, hanakambur, hanakambur. Og svo skal þú gefa hann langt nefum leið og reyk út úr í tunguna. Og samt hugsaði þessi ungi maður aldrei algleymi. Algleymi? Það er ekkert algleymi til. Þessi algleymisvæll er ekkert annað en óhugsuð væmin og úrkynjuð skáldarómantík, eigingjarn lótti frá lífinu. Þú inngengur til sömu sálarþjáninga eftir dauðan sem þú ætlar að reyna að hlaupa frá héðan. Það er sálsín sem þjáist en ekki líkaminn. Og þú getur hvorki hengt sálu þín í snöru, né soðið hana í sundur með saltsýru. Vinur minn rak upp skellir hlátur og svo sagði hann: en hvernig endaði þetta svo fyrir honum? Þegar þessi 2 ár voru liðin. Það endaði eins og önnur ástarævintýri. Hann kom sér í mjúkin hjá stelpu ofan á Kjalarnesi og upp úr því drafst ástarskrattin til allra hinna. Og hún steindrafst. Svo gersamlega, hugsaðu þér, að tæpu ári eftir þetta svaf hann heila nótt. Það var aðfaranótt 18. maí, aleinn í herbergi með einni systurinni fyrir 4 aflæstum dyrum og ekki varð honum að vegi
að láta sig stökkva eitt einasta bros alla liðlanga vornóttin. Hvað segir þetta? Þetta hefur ekki verið hrein ást. Hrein ást getur ekki elskað nema eina í einu og hún deyr aldrei. Ég vil ekki heyra þetta velgjulega bull lengur. Hrein ást ekki til hjá öðrum en náttúrulausum unglingum. Hvað þetta? Hvor andskotin er nú komin í þig? Það engin andskoti komin í mig. Ég bara farin að vitkasta. Ég hef fundið nýjan sannleika. Allt þetta væmna snakk hreina ást ekkert annað en ráðgeitarlegur yfirdreiskapur til þess að fela fyrir heiminum hvað lítið við elskum. Það sama heigulslega hræsnin og kjaftæðið Guð. Fólk þykist elska Guð og þó vita það allir að þessi ást ekkert annað en ótti afdrif sálar sinnar eftir dauðann. Og óttinn undantekningarlaust haturstilfinning í garð þess sem við óttumst. Hinn sanni hugur fólks til Guðs þess vegna ekki ást, heldur hatur. En svo reyna menn að fela þetta sálarástand fyrir Guði sínum, fyrir sjálfum sér og hvert fyrir öðrum með því að kalla það ást. Á sama hátt kappkostum við að dylja holdlegt eðli okkar með því að fara hreina ást til kvenna. Því að perversar kirkjukenningar eru búnar að hræða okkur til að líta á þessar hvatir mannanna sem einhverja vanvirðu. Ef þú hefur átt mandáðu þér til að þukla svolítið á Huldu, þá værirðu nú laus við Katrínu. Og hér væri lófalagið að losna við Huldu með því að vera þér út eitthvað nýtt hér í bænum. Þannig getur þau þokað ástarbrunanum niður stiga stigi, því að það eðli ástarskrattans að kólna við hverja nýja tilbreytingu í ástarpraxís. Hver ný ástmey veldur þér þess vegna minni þjáninga eins og næst á undan. Og einn fagran dag finnur þér leystan úr öllum þessu sálartætandi ástarfjötrum, hátt hafinn yfir allt þetta móðursjúka víl og vol sem ónáttúra og hræsni mannanna hafa lamið inn í okkur aldaraðir. Vinur minn horfði á mig eins og hann botnaði ekki verulega í þessum dómadagslestri. Síðan var hann dálitla stund hugsi, svo stóð hann upp af steininum, hryllti sig ofurlítið, skaut grínandi augunum gegnum mig í myrkrinu og sagði: Þessi röksemdafærsla þín kannski nógu gáfulega hugsuð, en ég ekki alveg viss að það sé tiltakalega auðvelt að iðka hann í verki. Hvernig ætti ég til dæmis að fara því að gleyma Katrínu? Orgel í húsinu sem hún býr í? Já, það orgelfretur á neðri hæðinni. Máttu spila á það? Já, hvenær sem langar til. Þá áttu að auglýsa tilsögn í orgelspili. Þú getur líka látið að berast út bæinn að þú tækir að þér að yrkja eftirmæli. Það kannski ennþá betra. Þú veist að kvenmenn eru voðalegar ráðskjóður og þeir eru ákaflega móttækilegar fyrir líkamlega huggun þegar ættingjar þeirra eða vinir deyja. Og svo áttu að strjúka þær niður hnakkann sorgin og venjulegar handayfirlagningar duga ekki til að beygja þær. Strjúka þær niður hnakkann, verður kannski eftirgefanlegri við það. Það sagt að maður geti unnið allt kvenfólk með því að strjúka þær niður hnakkann. Vinur minn var ennþá meira hugsi. Jæja, kæri vinur, þú hugsar þetta. Nú ég að flýta mér heim til þess að ná í kvöldmatinn. Ég hef ekki étið neitt síðan klukkan 7:30 í morgun. Ég kem eftir koffortinu annað kvöld og þá getum við spjallað meira saman framtíð sína.
Svo kvaddi ég þennan vin minn og velgerðamann með handabandi. Hann gekk léttum skrefum upp að húsinu, ég þrammaði niðurdregin og skömmustulegur upp til gömlu heimkynna minna á Skólavörðustíg 10. Leitið og þér munu finna. Það var einn sunnudag í októbermánuði í glaða sólskinu og blíðu. Við Torfnelsbryggju á Akureyri lá millilandaskipið Flóra ferðbúið til Noregsfarar. Nokkru eftir hádegi sér fólk á bryggjunni, tvo stærstu viðskiptavini Hótels Oddeyri, lötra hljóðlega borð og hverfa undir þiljur skipsins. Ferðalag þeirra þótti svo ískyggilega yfirlætislaust að það vækti næstum athygli þessa gónandi skríls sem alltaf verður að standa frammi á bryggjum þegar skip kom og fara. En sérstaklega var það þó í frásögur fært úti á Oddeyrinni eftir að burtför þeirra kvisaðist bæinn hve skammar viðræður þeir höfðu átt við yfirþjón hótelsins Björn Sigurbjörnsson. Áður en við steg á skipsfjöl. Björn sá reikningshald hótelsins. Þessir ungu herrar voru þeir sálufélagarnir, Páll spekulant Borgfjörð og ráðanautur hans, Stefán skáld frá Hvítadal. Stefán var í brúnum fötum, nýsaumuðum, sem sagt var að hann hefði fengið skrifuð. Hann var þá í fyrsta sinn að leggja af stað út í heima andríkisins, en Páll hafði eitt sinn áður tekið sér spekulantstúr til Edinborgar og Kaupmannahafnar. Í fylgd með þeim var þriðji maður, Guðmundur að nafni Baldvinsson, og voru þeir allir á leið til Noregs. Segir Páll svo frá að Guðmundur hafi hjálpað Stefáni Farareyri og Stefán hafi heitið þar í móti að vera túlkur Guðmundar þegar til Noregs kæmi. En Stefán var lítill sprokmaður og kunni álíka mikið í norsku og Baldvinsson, segir Páll. Páll hafði mjög lélega aðbúð á Flóru, en honum vildi það til happs að einhver staðar á skipinu urðu á vegi hans rúmföt sem enginn notaði. Páli fannst það skrítið sem vonlegt var að láta heilan rúmfatnað liggja þarna óhreyfðan þegar hann var rúmfattalaus og gat ekki sofið fyrir kulda. Gerði hann sér því lítið fyrir, tók fötin traustataki og lá við þau í nokkrar nætur. Rúmföt þessi átti hvern persónu nokkur var farþegi á skipinu, en þurfti þar ekki á þeim að halda. Einn dag verður hún þess vísari að fötin eru horfin af sínum stað og fær snuðra það uppi að Páll Borgfjörð muni valdur á hvarfi þeirra og liggi við þau á nóttinni. Taldi hún sér trúum að Páll hefði ætlað að stela fötunum og gat hann með engu móti gert henni skiljanlegt að hann hefði ætlað að skýla sér með þeim aðeins þessar fáu nætur sem hann á sjónum og láta þau svo aftur á sinn stað. Geystist hún ákaflega út af þessu tiltaki Páls, kallaði hann mannhund, róbera, þjóf og legara og kærði hann síðan fyrir þjófnað. Þetta dróð hann dilk á eftir sér að Páll var tekinn fastur af yfirvöldunum í Færeyjum og haldið eftir á skipinu. Það var dapurlegur skilnaður þeirra stafnbræðra með gráti og sárri kveinan því að Stefán varð að halda ferð sinni áfram sem túlkur Baldvinssons. Stigu þeir á land í Björgvín og héldu þaðan beina leið suður til Stafangurs. Páll mun ekki hafa átt langa seti í Færeyjum, komst hann þaðan á flutningsskipi til Björgvinjar, peningalaus og illa staddur á sál og líkama. En hann mun hafa verið búinn að snapa sér saman dálítið nasasjón af norskri tungu á hvalveiðastöðum hér heima og ekki ólíklegt að það hefði orðið honum að einhverju liði þegar til Noregs kom. Hann segist reyndar hafa kunnað málið og það hefði verið sér nóg. Í Björgvin kom Páll í kynni við einn dúkkara
yfir kafara og fékk ég honum vinnu við að slæða járnarusl upp úr höfninni. Hjá honum vann Páll á daginn en á næturnar var hann vökumaður á skipi. Stefán leið alltaf þjáningar í fætinum vegna lélegra umbúða. Þegar á veturinn leið ágerðu svo þrautir hans að það var langan tíma frá verki. Þá skutu Íslendingar í Stafangri saman handa honum fyrir nýjum gervifæti og upp úr því komst hann til vinnu sinnar aftur. Annars lék á ýmsu atvinnu þeirra Páls og Stefáns. Oft höfðu þeir eitthvað að gera en gengu öðrum stundum iðjulausir og sultu þá heilu hungri og tögðu eldspýtur sér til matar. Hvorugum lét þar að ekki vel erfiðisvinna. Stefán gekk aldrei heill til verks eftir að hann missti fótinn. Hann var auk þess annarvefið glapinn á skáldlegum draumórum og kvenleg prýði lokkaði stundum vit hans nokkuð langt frá gagnlegri viðfangsefnum. En Páll var allur í spekúlasjónum. Kvenfólk sýndist vera fyrir honum aðeins ómerkilegar mannskjátur sem ekki var viðlit að gera við neinar hærri spekúlasjónir. Og hann tók aldrei á heilum sér þegar hann gat ekki spekúlerað. Erfiðisvinna var honum ekki aðeins þjáning, hún var hégómlegt athæfi. Stefán flutti síðar til Haugasunds ásamt fleiri löndum sínum. Þar fékk þessi fíngerði lýrikur fasta vinnu, fyrst sem riðberjari, síðan sem hamrari. Ekki alllöngu eftir komu sína þangað veikist hann alvarlega af lungnaberklum og var fluttur á svonefnt Háfjallahæli. Það mun hafa verið einhver tíma á árinu 1914. Þar var Stefán oftast mikið veikur, þar til að afhallandi vetri 1916. Þá var hann sendur til Íslands sem dauðvona maður. Kom hann upp til Norðurlands og var fluttur heim til fósturforeldra sinna í Hvítadal í Dölum til þess að deyja. Bókarlok. Morgunin eftir heimkomu mína á Skólavörðustu 10 settist ég við gamla greiniborðið uppi í baðstofunni og byrjaði að skrifa upp úr prentaðri bók The Ballad of Reading Gaol eftir enska skáldið Oscar Wilde. 108 erinda langt kvæði þjáningar mannana sem ég ætlaði að sýna elskunni minni þegar hún kæmi til bæjarins, ritað með minni skýru, hjartarhreinu, eigin hendi. Og því lengur sem ég bar rökfræði mína tortímingu ástarinnar, sama við endurminning mína tvær mjallhvítar, silkimjúkar hendur, endur fyrir löngu höfðu verið lagðar fram á þetta fátæklega greiniborð, því áþreifanlega stóð það fyrir staðfestu hjarta míns að hendi minni yrði ofurefli að strjúka neina niður hnakkan aðra en hana eina. Laugardaginn 26. þessar mánaðar kemur póstbáturinn Ingólfur ofan úr Borgarnesi.